erum við bara góðir. Velkomin í Alkast þvottahússins. Við erum hérna með Flosa Þorgeirsson með okkur, refsara strengjana og sagnfræðing og eitthvað ýmislegt annað. Við ætlum að byrja áður en við förum hjólum í þig að þarna minnast á sponsora. Við sem sagt setja þetta á flæmútina. Við erum með betri daga, okkar diggasti. Réttum við þessa flösku þarna. Já. Þú dælir þessu í þig á meðan. Við höfum samt valla átt mikið betri daga. Nei, málega sko, við erum hérna með sko, testosterone elite. Ég er svona svolítið á því ég er eins og þú og margir aðrir hef glímt við hérna, geðkvilla og mjög þunglindi. Já. Og síðustu 3 ár þá náði ég að rífa upp testosteroni hjá mér 30%. Ok. Sem sagt með auðvitað liftingum en þarna... Hvaða árgerð ertu? Ég fættu 76. Já, ég er 68 sko. Einmitt. Fer ekki testosterónið að minka? Jú, það gerir það nefnilega. Og hvað gerist þá? Verðum maður bara... Ég bara breytist í einhvern vælandi búðing. Nei, svona ángríns. Ég neyist til þunglindis og bara dapur og andlaus og hérna bara tilgangslösi leysi dauð og djöfull. Ég get ekki byrjað að segja þér hvað þið skiljiðu vel. Nei, þannig að þú tengir þetta alltaf með það sem ég lesið. En það gerist eitthvað. Ég fer að taka ashwagandha sem ég er búin að taka í mörg ár og hvað er það? Segðu mér. Ég held að ég muni læra mjög mikið af því að vera hérna hjá okkur. Já, ég held það líka. Ég vona það. Ég sagði við ykkur áðan að mér finnst ég vera á mjög annarri bylgjulengd en þið. Nei, ok. Þú ert það ekki, sko. Nei, ok, ég hlakka til að heyra það á útskýringu. En hérna, það er svo gaman að hugsa fólk sem er dálítið mann finnst þér á annarri bylgjulengd eða er að pæli í hlutum sem hvað er þetta? Sko, ég er rosa gaman að hlusta á okkur ég stundum er ég bara þetta fríkaðar pælingar. Já, ég veit að við þarna erum svo djúpir en ég er enda svo oft komið staði ég er rámt fyrir mér sko. Já. Mjög oft hef ég komið staði ótrúlegt en sagt að ég hafði bara rámt fyrir mér. Já. Ég mæti inn með einhverjar gefna fósendur og svo bara voru það ekkert gefnar það voru bara rugl. Það eru bara vangefnar. Það eru vangefnar. En það sé að segja, sko, ashwagandha er hérna indversk rót sem að fer inn í hormónakerfið, stabilisera það og með líkamlegu erfið, hvort það sé vinna eða liftingar, þá sem sagt stuðlar að heilbrigðari framleiðslu á hormónum og í okkar tilfelli þá testosterón. Og ég fann að þetta var að virka og svo fór ég að nota efni sem heitir Shilajit sem er steinefnablanda, ofur steinefnablanda. Þetta kemur upp úr berginu á okkur 3 stöðum í heiminum og þetta á að vinna með hormónakerfi líka og ég bara allt í einu eftir eitthvað bara mánuð á þessu þá sagði ég, það er eitthvað skrítið í gangina ég hef bara aldrei verið betri. Þá fór ég aðra blóðpröfu og þá sá ég tölurnar að frá sem sagt, 21 til 24, það var 30% aukning. Þannig að þetta fyrir mig mín einsla á testosterón bæði sem sagt virkum og ekki bundnum virkar þetta ekki þannig, þetta eru 2 gildi ég er ekki viss en þetta var sem sagt 30% bæði þannig að ég finn greinilega sko veist, hvað ég segja sko, líðan mín er samsvarandi því hvar ég er í meðal annars hormónum það hefur áhrif og þess vegna finnst mér mjög skrítið að læknar bara yfirleitt byrja ekki bara á því að láta senda fólk með þunglindi og aðra kvilla ADHD og svoleiðis bara í blóðpröfur til þess að tjekka á gildunum sko. En allavega, við erum hérna með testosterone elite, þetta er eitthvað svona ofurblanda sem ég var að fá frá betri dögum, live extension og þú ætlar að prófa þetta líka þú ert náttúrulega líka á leiðin í bugun testosterone bugun En þú veist, ég er náttúrulega líka búin að vera að prófa þetta þarna Shilajit og sko, það hefur bara maður verður graðari sko, fyrir utan það þá er komið bara, þú veist að Shilajita að svona, þú veist, fara og einmitt Shilajita konuna það er orðið hérna bara, þú veist viðurkennt það er orðið viðurkennt hugtak heima fyrir já. Og hvað er því það?
það þýðir bara að þarna, þú veist, það farið að nota tíman í bara annað og þú veist, meiri nátt. Bólfarir eða? Já, þú veist, oftar og meira en hérna, þú veist, meðaltal. Þannig að þið finnst þú vera graðari? Já. Já, og þetta bara svona, þú veist, talaðu einhvern mann hérna, að þú veist, bara minni þarna þolinmæði fyrir kjaftaði. Að það bara, þú veist, getur verið að maður verði svona danskari. Sko, þeir eru við Uruhólsstræti 24, það afsláttarkóðið þvottahúsið, gefur 15% afslátt, svo það fargufa.is. Hefurðu prófað það? Nei, ég heyrði að þið voru að tala um það í þættinu sem ég er að hlusta á leiðin hingað, eitthvað. Talandum fargufa, ég bara sagði ekki þetta ykkur gufu bíl sem keyrir bæinn bara. Nei, en þetta hjólísi sem er hérna niður við Skarfaklett og niður við Æsju og það það bara svona viðarkynntur sánuhopn þannig að hlungustu inn stundum nakin og stundum ekki og svo bara manneska sem að stjórna gufunni 3 lótur, 15-20 mínútur hver og milli lotna þú ferð bara úr 110 gráðu hita bara beint út í sjó og þetta náttúrulega hefur með boðefnakerfið að gera og þú ert alveg bara, ég hef verið í ástandi eftir fargufu þar sem ég bara getur alltaf keyrt heim já. Bara fullur af boðefnum sko. Svo það Andreasland það breathwork og kaldi pottar og þarna hugleiðslur hann með núna tilboð á þarna okkur svona online námskeiði kostar bara eitthvað slikk og færðu 5 klipp líka með getur þú farið inn í salin hjá honum niður í Rauðagerði og farið annarkvort í pottin eða gufu já eða fengið svona breathwork session já. Þetta var alltaf sönd einmitt okay. En þarna þú ert nú nokkuð vel sildur það ekki, þú svona ferðast við það og farið já, svona ekki dvolega mikið sko, ég og margt eftir finnst mér Asíu og Suður-Ameríku til dæmis en þú helst allavega vel Evrópu já, töluvert sko. En það eitt að ferðast og annað að kynna sér staðina sem það eru á sko. Já og hefur eitthvað verið að þarna kynna þér þá? Já, ég nýt staðina sem miklu betur ef ég bara veit sem mest og hvað lestu og mér, sagan fyrir mér ég trú ekki á tíman sko. Þannig að sagan fyrir mér bara eitthvað svona stórt yndislegt úthaf sko. Mér liði bara eins og ég sé þú ekki á tíman, hvað áttu þið? Mér finnst hann bara að vera hálfgeir svona blekking Hvað er það að meina ártölin? Já, við horfum á þetta alltaf línulega eitthvað við erum alltaf það hryggir með þegar krakkar vil ekki horfa á taxidræfur að því að þetta er einhver gömul mynd og bara kannski þetta sakfræðin, ég veit ekki en þetta er kannski ekki alveg mynd fyrir börn en 1900 finnst mér til dæmis vera bara í gær skilur og svo finnst mér líka við mannkynni erum svo nýkomin fram á sjónarsviði mér finnst við alltaf að gleyma því Eftir með einhverja kenningur að hvernig við komum fram á sjónarsviði Ég held að segja algjör tilviljun bara Tilviljun? Já Trúir á tilviljanir Ég held að tilveran sé lítið annað Röð tilviljana? Já, það er ekkert svona galaktískt súperplan, engin æðri máttarvöld eða neitt að fylgjast með okkur. Við erum hérna okkur litlum steini rykkorni í köldu svörtu tómi, Gunnar, og við hendumst áfram á 107.000 km hraða á klukkustund. Hring eftir hring eftir hring eftir hring í kringum eldnöð sem á eftir að springa. Einn daginn í tímanum. Það er bara, ég komst síðan að því að náttúrulega raunveruleikin er hræðilegasta fyrirbæri sem til er. Allt okkar líf snýst að glíma við þessa ófresku sem raunveruleikin er. En það er annar leiki sem getur verið svona í góður ferðafélagi með okkur til að glíma við þennan leiðilega raunveruleika. Það er fáránleikin. Og ef við pælum að síður, þetta er náttúrulega fáránlegt. Þetta er allt fáránlegt. Þetta er algjörlega absúrt. Absúrt? Þarna komum við að því, sko. En ég meina, það er náttúrulega alltaf eitthvað að gefna fossendur fyrir því að eitthvað steinn verður að eitthvað. Það er eitthvað sem gerist. Það er eitthvað sem gerðist fyrst
það hlýtur að vera sköpun. Já, ég minna, þú veist, þá ertu náttúrulega bara komin inn í einhverja, þú veist, orsaka afleiðingakerfi. Já, ég er að segja það, en þegar fólk fyrir að tala tilvílanir, ég minna það er náttúrulega, tilvílanir, það verður bara ekkert eitthvað á vakúmi. En þarna erum við, já, við viljum vita hvernig allt var til, en við vitum ekki allt, við vitum svo ótrúlega lítið. Já. Megum við vera svo mikið að geta í eyðurnar. Það er hættulegt. Já, mér finnst, já. Ályktanir eru mjög hættulegar. Ég sagði áðan að ég teldi að við varum annari bylgjulengd, við komumst að því hvort það er rétt eða ekki. Ég var einu svona ofsalega svona andlega sinnaður, sko. Og að leita. Ég held, við viljum bara fá svör. Hvað erum við að gera þetta? Til hvers er þetta? Af hverju er þetta svona? Það er þetta að vera svona. En þetta er hættuleg leið, samt. Og hefur ekki fundið neitt tilgang? Mér fannst einhvern veginn þegar, bróðum mér sagði einhvern veginn við mig, ég hefði tapað í lífsgeðakapphlaupinu. Og ég væri lúser, gott að ég var góðan stóra bróður. Ég sagði, ég get ekki verið lúser ef ég tek ekki þátt í leiknum. Þannig að mitt svar var að stíga til hliðar, fara á hliðalína og fylgjast með þessu dálítið eins og áhverfandi. Hvenær gerðist þetta? Það er ekkert svo langt síðan. Mér finnst ég ennþá vera að díla við þetta. Að ég er svona ofurmenni í þjálfun. Lestu fréttir? Svona Nietzsche ofurmenni, skilur. Ég veit ekki hvort þið þekkið hans kenningar. Nei. Ég er örgulega ef einhver að hlusta þarna sem þekki mig og hefur hlustað á mig í draugum fortíð, þá eru þið búin að segja við... Er það ekki gaurinn sem sagði Guð væri dauður? Já, þá eru þið örgulega búin að hugsa hann á örgulega eftir að minnast á Nietzsche, nú er það komið, og hann á örgulega eftir að minnast á Albert Camus, og ég er eiginlega búin að gera það, ég var að tala fáránleikann, þegar það er fannaskur heimsbyggingur sem var með þessa kenningu fáránleikann. Var það ekki hann sem að sagði þarna helvíti er annað fólk? Heyrðu. Var það ekki þessi Sartre hana? Það getur verið Sartre, já. Hann var líka svona existentialisti, þeir voru vinir, mjög ósammála oft, Albert Camus. Já. En ég meina, hvaða merkingu myndir þú leggja í það, sko, helvítið er annað fólk? Ég heyrði frábæra skilgreiningu á þessu. Helvítið er annað fólk? Já. Já, ég veit ekki, kannski er það, þú veist, aðstæður sem að ég lendi í þú veist, geti sagt óviljandi, eitthvað sem að ég vil ekki, en algjörlega einhvern veginn út af ákvörðunum annars fólks. Þetta er einu útskýring. Já. Ég heyrði sko helviti, sko, þegar helviti er annað fólk, þá verður að vísa í ástand sem ég er í þegar það er ég og aðrir. Sem sagt, ekki Við. Já, þegar það sem er helvíti fyrir mér, því að ég er þá sem sagt komin í ég. Ég er ég. Já, þannig ertu komin í aðgreininguna. Já. Þetta er ekki svona dualismi eða eitthvað svolítið. Tvíhyggja. Jú, þetta er náttúrulega bara þetta klassíska við og hinir skilgreiningi. Já. Þetta minnir mig dálítið á Mikael-fræðin sem voru með vinsæl fyrir einhverjum áratugum síðan. Sem fólki var skipt upp í eftir sálna aldri. Já, er það þarna eitthvað danst? Getur það verið? Nei, bandarist. Það er Martinius. Martinius, já. Ég heldur enda að þessi Martinius sé sama fyrirbærið og Mikael er. Það er svo sálna fjölskylda, það er svona 1100 sálir eða 1200 sem allar eru búnar með lífið sitt, sko. Okay. En eru núna á astralplaninu sem kennarar, sko. Og bara býða eftir því einhver sé að reyna að miðla eða hafa samband þá bara hafa þau samband og reyna að deila af visku sinni, sko. Já. Það er líka annar sem heitir Emmanuel að því að fólk vilja alltaf fá nöfn, sko. Og Mikael til dæmis á að hafa sagt, sko, síðasta sálin sem kláraði líf á okkur hét Mikael, þið megið kalla okkur það eða þið viljið. Ég var mjög heillaður á þessu dæmi og ég man þeir töluðum, sko, að barnungar sálir hugsa til þess að ég og ekki ég. Ég og einhver sem er ekki ég. Það er áhugavert. En ungur sálirnar hugsa ég og þú. Það er komið meira svona, ok, við erum saman hérna, en það er mikil þróun frá barnasálinni, en ungar sálir hugsa ég og þú, og ég ætla að vinna þetta. Það var annarkvort tapar eða lúser, sko. Trump er alveg dæmikar svona ungsál. Já. Og bróðin?
Já, það góð spurning. Nei, ég held nú ekki. Samt hann að dæma þig lúser? Já, ég meina, það líka bara já, hún gengur ekki bara illt til sko með því. Nei. Það svona, ég veit ekki hvað þið veitir hvernig þið eru náttúrulega bræður. Nei. Er það ekki? Ég veist. Þjáningabræður. Akkur las ég það að umsjónamenn væru bræður. Já, sko Davíð bróðir var hérna, sko. Já, ég er rugglað. Já, já. Fór hann í hérna, hann fór í burnout. Hann fór í annað þvottahús. Hann fór í annað þvottahús. En hann er mögulega leiðin aftur eitthvað með okkur, sko. En sko, hatarðu Donald Trump? Nei. Það er tíska að hata hann, sko. Já. Ég veit ekki okkur, ég geri það ekki. En finnur þú til með honum eða? Nei, ekki heldur. En ung sál að þínu mati? Já. Og samkvæmt Mikael-fræðum? Já, og eiginlega allir sem voru í þessum Mikael-fræðum voru náttúrulega klassifíseraðir sem gamlar sálir. Flestir, ég hef nú hlustað á það eru tveir, þið fenguðu Guðrúnu Bergmann einhvern tímann í... Hún er komin nokksum. Já, það náttúrulega bara, ég fæ ekki nóg af að hlusta á hana. Nei, hún eitthvað annað. Hún einstök kona. Já, alveg. Og ég minnir einhverja að sagt mér að hún hefði sko, hún millistíð á milli ung sál og gömul. Einmitt. Það þroskaða sálin. Já. Sem fann að pæla rosalega mikið í tilfinningum og þetta snýst ekki að vinna eða tapa, þetta snýst að við að vera eitthvað saman, ég veit ekki alveg hvað það og ég er rosalega frustreraður og svo kom gamlu sálinnar sem fatnar að fatta hvað þetta er ok, ég hlutaði ykkur meira en rosalegur í orðin þreyttur á þessu þannig að það er mjög algengt að gamla sálir séu rosalega þreyttar og ég nenni þess ekki en stundum stíga þær fram og bara ok, þegar ungu sálinnar eru orðnar einum of aðgangsarðar ágætt dæmi til dæmis er besti flokkurinn þegar hann bauði sér fram. Fólk sem hafði engan áhuga á pólitík og nefndi ekki, en hugsaði bara, ok, þetta gengur ekki, við höfum að gera eitthvað. Stundu koma gömlu sálunar með eitthvað svona útspil, sko. Þannig, fylgistu með pólitíka? Já. Hefur alveg trú á þessu, að þetta virki? Pólitík? Já, bara svona lýðræði og flokkar og svona. Það er góð spurning, sko. Já, ég hef það. Veistu, ég hef það. Mér finnst það að hafa sannað sig. En það verður alltaf rosalega gallað samt. Kerfið á Íslandi? Mjög hvað Churchill sagði, Winston Churchill lýðræði er eitt versta tegund af stjórnarfæri sem til er en það langskásta sem við höfum. Já, það er megar ágætans eins og er. Manni finnst alltaf að þeir sem bíða í skugganum og vilja stökkvinn og taka völdin þegar lýðræðið byrjar að hringna og bara sögulega séð þá er það bara alveg eins og núna það er alltaf þessi authoritarians. Ég held að þetta sé alltaf líðandi lok, sko. Já, við erum náttúrulega, það er að verða umskipti. Þú ert orðlega með einhverja mjög skemmtilegar greiningar á því að því hvað er að gerast. Þetta er náttúrulega bara ályktun. Ég sé stríð bú alltaf til ósalega góðan frið. Það er, ef við skoðum söguna þá Pax Mongolica til dæmis, og við vorum að tala um Mongóla áðan. Eftir að þeir voru búin að ná völdum þá var ríkti mikil friður. Þeir pössuðu upp á að versluna leiðir heldust öruggar og leiðu fólki bara dyrka sína trú og borgar skatt og við sjáum bara þetta og það nærða alveg kannski bara góðum 100 árum þannig. Pax Romana er annað sko. Og ég tel að seinni heimsstyrjöldin hafi skapað þetta líka. Fólk var bara þessar mestu manngerðu hamfarir mannkynssögunar. Fólki var bara blöskraði sko. Og fyrir heimsstyrjöldin ekkit lungu þar á undan sko. Þetta er svo svakalegt tráma tímabil sko. En þetta tímabil er líðið aldrei undir lok núna sko. Það er viss kennsla í þjáningunni en við erum svo fljóta að gleyma sko. Ertu að meina að friðurinn sem hafi skapast eftir heimsstyrjöldinnar er að raskast núna verulega? Já, það tímabil er bara búið sko. Er að klárast sko. Við höfum kannski 2 áratugi sem við erum ennþá svona pælið þessu en svo mun eitthvað voðalegt gerast. Galactic Federation er mætt. Já, þú ert alltaf að tala um þetta. Já, ég hlakkast til að heyra hvað þetta er. Og það sem er að fara að gerast nú. Ég elska geimverur. Já, og það elskar þig. Er það? Já, það eru mættar. Ég horfði nú X-Files og gaf nú annað í ljós þar. Já, en það var Hollywood sko.
það var verið að hræða og það eru CIA agentar sem að stuðluða því innan þess geira sko, en Galactic Federation mætt og tilgangur þeirra hérna með veru sinni hér og þeir eru að fara að gera sig meira sýnilegar fyrir okkur til þess að sjá að það er alltaf að gera okkur agndofa af undrun og með því að gera það þá erum við rauninni algjörlega afvopnuð og við munum hætta öllum stríðum og öll landamæri munu smátt og smátt þurrkast út, við munum lifa í sátt og samlyndi að vera svona ólík þjóðfélög og hefðir hérna út allt en við munum bera fulla virðingu fyrir hvort öðru fátækt mun hverfa og hungur og við munum fara að geta átt samskipti í rauninni það er svona án orða ekki einu sinni í rituðu máli, bara telepatist við erum að fara inn á nýtt skeið og við erum að tala bara á þessu ári eru stóri hlutir að fara að gerast sem að munir að opna þessa dyr. Ég vona innilega og hafi rétt fyrir þér. Já, ég ekki bara vona, ég veit það. Já. Og ég trúi því staðfastlega. Ég hef öðlast trú. Já. Og þetta er það sem að veitir mér mikla von og því ég hef alltaf verið svona frekar svartsýnn og svona bölsýnn og miklu svona mótþróka kost öllu, en ég sé bara núna þetta skiptir engu máli, þetta er leikhús forleikans og Galactic mætt, því við erum börn Galactic Federation sko. Við erum genasplæst þeir hafa skapað allt hérna Guðirnir voru genfarar já, í rauninni það er þetta svolítið Anunnaki hugmyndin Já, ég heyrði það þegar Guðrún kom til ykkar þið voru að tala Anunnaki en það bara þetta það er að hugmyndin það er einn svona þjóð eða tegund af þetta hafi í raun og veru verið bara sko risar sem komu til jarðarinnar og þarna ég meina sumir hafa talað að þarna þú veist þetta hafi verið hvað svona í kringum kannski 2 milljónir ára síðan mögulega þegar í raun og veru Homo erectus er bara genasplæstur og það er eða þú veist það svona það verður ákveðið svona þróunarstökk frá svona þessu sem kallað þarna suðurapi sem bara, þú veist með einhvern sko 450 gramma heila sem bara eitthvað sko já, bara eins og einhver simpansi liggur við í svona heilastærð eini munurinn kannski að þú veist, hann gengur uppréttur og þetta þú veist, svona 3 milljónir ára síðan og síðan bara þarna á einhverjum milljón árum segi ég, að þá stækkar heilin bara sko meirinn helming. Já. Og sumir halda því fram að þetta hafi gerst með hvað getum við sagt, guðlegri íhlutun eða svona utanakomandi áhrifum, þar sem að sko genamengi mannsins var bara splæst einhvern veginn og krispað. Þannig að við urðum þessar miklu framleiðslu verur sem að við erum. Framleiðsla á bara þú veist, við erum bara vinnudýr. Við erum alltaf að. Við erum alltaf eitthvað þú veist, að breyta eða bæta eða byggja eða bora. Það er aldrei neitt nógu gott. Já, aldrei neitt nógu gott og við þurfum alltaf einhvern veginn, þú veist, aðeins að byggja við húsið eða bara eitthvað, þú veist, ná þú veist, yfir þessa á þarna og þá er þetta komið já, þá er þetta komið já. Og bara, þú veist við erum alltaf einhvern veginn að leita eftir einhverju meira og einhverju betra og það er bara svona virkilega djúpt í okkur já, ég sammála því og að þarna okkar bölvun og blessun já, og sko að þetta hafi mögulega verið notað af einhvers konar aðri verum þá til dæmis til að bara, þú veist, vinni einhverjum námum. Við vorum bara að grafa gull. Já, bara, þú veist, grafi jörðina og, þú veist, safna einhverjum góðmálmum og, þú veist, demöntum og drasli og svo bara, þú veist En svo segir sagan að það hafi á sér stað stríð á jörðu, sko, milli 2 ójarneskra flokka. Já. Og þeir eru að finna, eins og í Egyptalandi þeir segja, þú þarf nú ekki að grafa langt niður þá finnurðu glerjaðan sand og þeir eru að setja við það annars staðar, það er víst líka ykkur annar píramidi, ég veit ekki hverja anskotunum hann er það er svona svarti píramidin, hann er brendur og þar þarf að fara upp í eitthvað visst hitastig sem að í rauninni þú getur bara framkallað með kjarnorkusprengju
það var mikil styrjöld sem átti sér stað. Ok. En þetta allt getgátur. Þetta allt ályktanir og getgátur. Já, ég meina, einmitt, þetta bara... En samt sem áður, það eru miðlar og svona channelar sem að færa okkur þessar upplýsingar. Já. Þannig að maður var ekki að trúa þeim. Nei. Þeir bara hafa ekki ennþá sannað sig, sko. Nei, ok. Hvar voru miðlarnir þegar átti að skjóta JFK eða þegar þetta eldfjall var alveg að fara? Já. Okkur kom maður ekki fram. Það er strax að láta ykkur vita að það er hægt á ferðum. Það er alltaf að tala við á eftir allt gerist. Já. En varandi JFK, þú nú sagfræðingur. Ertu búin að kynna þér þetta mál eitthvað? Já. Þekkjur þetta alveg í þaula? Ég veit nú ekki þaula, en ég er mikið áhugað þessu, sko. Þekkjur náttúrulega bara þessa official sögu. Já. En þekkjur eitthvað inn á hennin samsæris hluta sem að nú verða að gera opinbera alveg hitt töluvert hann, sko. Og hvað er það? Ég meina, af hverju drepur, setjum bara upp svona senu, af hverju drepur djúpríki leinið þjónustu sín eigin fóseta? Hvað snerist þetta? Ég var búin að heyra eitthvað um einhvern svínaflóa og eitthvað svona stöff að hann væri eitthvað augra CIA og eitthvað og... Já, svínaflóði var semst innrás í Kúbu, sko, sem CIA studduð aldrei, en Kúbuverjum sjálfum, sko, sem tóku þátt í þessari innrás. Já. Þeim fannst eins og þeir höfðu verið aldrei sviknir af Bandaríkjunum. Þeir höfðu ekki stutt á nógu mikið, sko. Þannig að hann var mjög óvinsæll meðal flóttamanna, kúberskra flóttamanna í Bandaríkjunum. Og þú veist þetta fjallarna það daldi mikið að CIA, þessir kúbanir, jafnvel kúbanska mafían og mafían bara yfir höfuð, það er öll eitthvað sammælst þetta. En mér finnst alltaf vantarsamt, sko, ég hef alltaf rétt upp hendina á þessum fundum og spurt mér að borgar þetta sig? Hvernig vitið að taka eitthvað betra við og svona, þetta er svo miklu samsæðiskenningar. En ég er líka heillaður því hvað þetta er bara þessi maður, Lee Harvey Oswald. Mér finnst hann gleymast aldrei. Hann var voðalega en það er bara sem sem bendir til þess að honum hefði aldrei tekist þetta aleinum, sko. Það hafi verið alltaf önnur skitta eða þessuna tvær. Segja sumir, aðrir segja að þetta sé séns, hann hafi getað þetta, en það virkar alveg rosalega ótrúlega þegar maður sér, sko, kringumstæður þarna. Ég komið þarna og hann var ekki með góðan riffil. Nei. Alls ekki, bara alræmdan ítalskan riffil. Þannig að þetta er eiginlega dálítið magnaðan að ég hafa hitt hann tvisar allavega, sko. Já, en sko ef maður spái kannski líka í það í raun og veru, hvað tók við eftir að, getum við sagt, ef við ímyndum okkur að JFK hafi þarna bara verið ítt til hliðar, hvað tók við? Já, Lyndon B. Johnson. Já, og kemur svo ekki Nixon í kjölfarið á því? Jú. Þannig að þá er kannski svolítið verið að setja upp senuna fyrir Nixon sem að, þú veist, hvað sumir vilja nú meina að sé bara maðurinn sem að, þú veist, drap blómið á blómatímabilinu. Já. Að þú veist... Samt segja margir að ef hann væri pólitíkus í dag, Trump og félagar myndu kalla hann alveg andskotans vinstrimann. Já. Við erum komin þangað. Já, hann bætti þetta aldrei samskiptum við Kína til dæmis. Já. Nixon og svona stuðlaði að ákveðinni þýðu þar. Gerði Elvis að fókita? Já, hann gerði það, já. En þarna, ég var einmitt að horfa á einhver þátt, þetta var inn á Netflix þarna Manson-fjölskylduna. Já, ég sá hann líka. Já, það sem að það var verið að tala tengslin við þarna MK Ultra og hvað hét hann? Jolly læknirinn, þarna munið hvað hann heit? Nei. CIA læknirinn. Hann hét eitthvað Jolly White eða eitthvað svoleiðis. Og þetta var bara, þú veist, læknirinn hjá CIA sem að var aðal maðurinn á bakvið MK Ultra rannsóknunar og tilraunina. Það sem að CIA var bara svona virkilega að sko gera tilraunir á ekki bara sko, þú veist, svona hvað segir maður, svona Manchurian candidate að bara, þú veist, búa til morðingja
heldur að líka sko að planta inn fölskum minningum hjá fólki með dálæslum og sýru. Vel gert. Já, þeir voru að nota mjög mikið af þarna hugbreytandi efni. Þetta er aldrei, þið vantilega séð Zoolander. Já. Þetta er aldrei svipað þar. Hann heyrir ákveðu orð. Já, einmitt. Þá á hann að drepa ákveðu mann bara. Já. Relax. Já, relax. Já, relax, don't do it. Já. Og það er svo frábær mynd. Manchurian Candidate er líka æðisleg mynd. Sko. Já, en að sko, þú veist, Lee Harvey Oswald drap Kennedy, Jack Ruby drap Lee Harvey Oswald. Já. Jack Ruby var settur í fangelsi og Jolly White nú þurftum að hafa einhvern til þess að fact-checka okkur sko. Hann hét Jolly eitthvað, Dr. Jolly. Já, ég man ekki því. Geðlæknir. Já, ok. Hann tók viðtal, 12 klukkutíma viðtal við Jack Ruby. Hann átti að þarna metan, svona, þú veist, andlegt heilbrigði Jack Ruby. Já, það var já. Tengdist þessi lækti líka alltaf mannsumfjölskyldu. Já, þetta var MK Ultra læknirinn. Og ótrúlegt en satt, eftir þetta viðtal, þú veist, þá kom ekki orð af viti upp úr Jack Ruby. Never again. Nei, hann var bara geðveikur. Já. Og þú veist, og eftir þetta, að þá bara, þú veist, held ég að Jack Ruby hafi bara farið á eitthvað hæli. Já, það margskrítið þetta eins og byssan sem hann notaði til að drepa Lee Harvey Oswald, sko. Henni var bara skilað til fjölskyldunar, mjög fljótlega. Sem seldan að fyrir náttúrulega rosalega uppæð til fjölskyldu Jack Rubys. Í alvörunni? Já. Og mann finnst það eitthvað svona, hvernig... En þetta ekki svona mál sem að maður á aldrei að komast neitt lengra með? Ég meina... Já, þið voruð ekki að tala um það einhvern þætti daginn að nú væri reyndar búið að opna ætti að fara að opna þessi skjöl og svo JFK-skjölum það er búið að opna alveg hellinga og í rauninni ekkert svona eitthvað groundbreaking. Nei, mér fannst það ekki. Þetta voru samt bara einhver 100.000 skjöl og það sama er núna á leiðinni í þessum málum tengt flíildum af ójarnöskum uppruna. Já, það er líklega kannski sá ég ykkur verið að tala um það. Já, það er þeir sko Task Force Anne Pauline Luna heitir hún er þingkona. Hún er þessi attack dog sem Donald Trump skipaði yfir þessu Task Force sem á í rauninni að ná í og opinbera skjöl sem hafa verið haldið leyndum og hún er búin að ráða til sín mann núna sem heitir David Grush, þú veist nú hver það er. David Grush er leyniþjónustumaður sem kom fram fyrir bandaríska þingnefnd í svona eiðsvornum vitnaleiðslum árið 2023 og hann veit allt um þessi mál og hvar flíildin eru geymd og hvaða fyrirtæki er að ná í þau og hvað þau eru að gera við þau og svo framvegis. Hann er búin að taka viðtal við alla þessa menn og hann hefur verið ráðið núna í þetta task force, þetta gerist fyrir 2 vikum síðan. Þannig að núna að búið að afgreiða JFK kom ekki mikið úr því en nú á að ráðast í UFO eða UAP og þetta er núna næstu mánuðir mjög spennandi. Ég hugsaði ég er mikið sko kvikmyndaböff horfði rosalega mikið á sjónvarp og kvikmyndir, elska kvikmyndir. Mér var hugsað til Prometheus, þú vorst að tala um þetta Galactic Federation sko. Ég þarf að fara að sjá hana aftur. Það var alltaf svona risar og kenningin að þeir hefur bara verið að prófa að búa til eitthvað svona litla þræðarlega kalla. Já. En þú meina að þetta sé góðkynja verur? Já, sko, ég heyrði sögu við heyrðum sögu niður við Tjörnum daginn. Við höfum sagt þessa sögu hérna áður en það er Kitty klikkaði frendinn sem það er sameilu vinnur okkar sem á henni frænda og þessi klikkaði frændi, hann er búin að vera bara eitthvað lyfjaður og inn og út úr stofnunum bara í áratugi og ekki tekin alvarlega en hann að eigin sögn átti að hafa hitt ójarneska vitund eða veru fyrir 30 árum átt samskipti við hana og þessi sameilu vinn okkar hittir svo henni klikkaði frænda sinni í einhverju
mannamóti daginn og gengur á honum og spyr hann Kitta Klikk, heyrðu, ertu ekki til í að segja mér þessa sögu? Því að hann var sjálfur nefnilega þessi sameiginlegi vinnur okkar 2 sinnum búin að sjá flíildi á himni og hann var orðin svona believer, eitthvað ljós. Og Kitta Klikk segir hún það að þessi vera hafi komið til hans og kynnt sig sem fulltrúi í Galactic Federation og hann sem sagt vildi meina að það voru 182 samfélög í vetrarbrautinni sem væru í þessu bandalagi og það væri búið að fylgjast með jörðinni mjög lengi og bandalagi þótti jörðinni vera mjög merkilega og skemmtilega að fylgjast með en á sama tíma mjög hættulegt sem sagt hættuleg sjálfum okkur og líka kosmíst og hann vildi meina að sem sagt, við hérna á jörðinni við erum eina samfélagið í vetrarbrautinni sem ennþá að standa í ykkur svona brasi tengt innbyrðis hernaði sem við erum að sprengja hvort annað en alveg tætlur og hérna þetta fannst mér að vera það snerti mig mjög djúpt sko því að ég er mjög mikið á móti stríðum mér stríður er bara algjört vesen og þjónar ekki neinu nema bara vopnaframleiðendum og einhverjum síkópatum. Það er líka tengt JFK að þetta military industrial complex hafi litist mjög illa það að hann ætla að fara að draga daldið úr þeim þætti Bandaríkjanna sko. Draga Bandaríkjanna út af Víetnamstríðinu og Lyndon B. Johnson hét því fyrst sko að hann ætla að halda því áfram og ég ætla ekki að fara að senda bandaríska stráka einhverja 1000 kílómetrar til þess að berjast ykkur stríði sem víetnamskir strákar sjálfur að klára þessi típa svona svo gerði hann það alls ekki heldur bara sendi fleiri og fleiri bandaríska strákar sko þangað til að vantaði við gerðum þátt líka hóp tilraun sem heit Project 100,000 á sáður fyrir sig að það getur fjölgað svo rosalega í hernum þau myndu bara lækka ákveðin takmörk til dæmis þegar komað greind og allt í nú voru menn með 8-10 í greindavísi tölu og svona jafnvel menn sem bara áttu í erfiðleikum með að reima á sér skó komnir í frumskóin í Víetnam haldandi okkur M14 rifli og vissu ekkert hver þeir voru sko. Forrest Gump það er byggt á það lítur að vera byggt á þessu það er ekki tekið alveg lausu lofti sko. Og vinur hans Bubba Gump nema ég þólir reyndar ekki Forrest Gump sko. Hún er alltof fróðukend og happy fyrir mig sko. Hún var alveg ágætt þegar maður sá hann í fyrsta skipti mann fannst hún alveg ótrúlega hún eldist ekki vel Nei, ætlaði það nokkuð Jú, þetta er svona, þú veist feel good mynd sem þú getur hort á með fjölskyldunni Það getur verið sko Já, það er alveg þannig En feel good er mjög hættulegt sko Það er þjáningin er það sem gerir okkur lifandi sko Já En svo ég sagði ég er ofurmenni þjálfun sko. Og kenning Nietzsche er náttúrulega sko ofurmennið nasistar náttúrulega tóku þetta og skrumskeldu eins og þeir gera með allt hvort sem það eru norræn heiðin tákn eða bara einhver svona kenningar þýsks heimspekings frá 19. öld að raunveruleikin er skelfilegur og þetta virðist alveg tilgangslaust og við erum alltaf að reyna að fylla upp í þetta hræðilega tóm, hvað er ég að gera hérna hvað erum við að gera hérna hvað erum við að gera á þessar sandkorti sem er 107.000 km hraða á klukkustund til hvers og það er engin svör við störum upp í þennan kalda nætur heiminn og sjáum þessar stjörnur þetta er allt alveg fallegt en þú spyrð og færið engin svör nú er ég alveg viss annar ekki að segja jú, þú færið víst svör en sko, ég er að heyra hvað það segja og mér finnst þetta frábært ég ber fulla virðingu fyrir þessu viðhorfi en er eitthvað sem getur breytt þessu viðhorfi hér? Já, þú allavega hljómaðir eins og þú hafir ekki alltaf verið á þessari skoðun. Mér fór að líða betur eiginlega þegar ég bara losaði Guð úr mínu lífi og hugsaði það er ekkert æðra máttarvald sem er að fylgjast með öllu sem ég geri og bara ég þarf að fara fyrir eitthvað rétti í deg og þú sveikst undan skatti 93, hvað segir það? Já, en ég minna þetta er nú kannski svona eitthvað svona frekar, hvað get ég sagt, gamaldags hugmyndur Guð og himnaríki sem að þú ert þarna að vitna í. Já, en það er ægilega mikið af fólki sem er ennþá himnaríki er náttúrulega ekki staður til að byrja með, það er ástand.
hér og nú í lifandi lífi sko. Þú getur verið þar. Já, þú getur algjörlega. Það er mjög varasamt ástand. Þú getur verið þar og það er tíma... Allsæla alveg sæla við maður að passa okkur henni sko. Það er ekkert að fjálskar vonir og vonin mestu piftingamestari sem mannkynnið á. En hvar ertu þá? Ég er hér nú með ykkur. En í þjáningu? Hún er til staðar og við þjáumst öll, en við verðum bara að horfast í augu við, til dæmis byrja á því að horfast í augu við mannin í speglinum sem er erfitt með það, þú verður bara að horfast í augu þetta er þinn hýsill og bara sættu þið bara við það, hætt að pæli því að nefið séu lítið og svona og þetta er hjúburinn? Já. Og hvað er það hjúburinn? Er þetta að vísa í sálina? Hvað sér þú? Ertu þá að vísa í sálina? Hjúburinn, þetta minnir líka á Mikaelfræðin að við séum með sko the core kjarnin sem er sko sálin sem lifir áfram og svo er persónuleikin utan á sem er sanni persónuleikin sem við erum í raun og veru en við búum til einhvern falskan persónuleika utan á þar sem við viljum vera eða reynum að vera en passar okkur kannski ekki Mér smart í þessum fræðum áhugavert sko. Þetta, ég er allavega að vera kynntist í, en svo var ég voðalegur nýhilisti og en mér fannst bara þægilegt að ég fór að átta mig á því það er ekkert plan. Nei. Og við vitum ekki alveg af hverju við erum hérna, líklega er það bara einhver algjör tilviljun. Stutt líf, reynum bara samt að njóta þess að við getum. En þá verðum við náttúrulega eins og við höfum nú gert. Ég veit að annar ykkar prófaði, sko, Nietzsche talaði náttúrulega á hans tíma talaði að væru tvö fyrirbæri sem fólk notaði til að deyfa sig. Gegn þessari skelfingu þetta er svo hræðilegt að þegar þessi hugsun kemur að manni, það er ekki neitt. Það er engin guð. Það er engin, og náttúran er ekkert í neittni harmoníu. Það er alltaf þetta, ég þóli það ekki. Það er hipparnir með þetta, nature and harmony, nei. Hafið þið hort á náttúruna? Já, hún er kolgeðveik. Þetta er anarkísk, þetta er organísk anarkía. Já. Þetta er stjórnleysi, en það er harmonían sem fólk er að vísa í. Ég held sér nokkuð til að sammála því. Það er bara mál, ég held við erum alveg að tala saman, við erum alveg að segja saman hlutin, sko. Já, oft finnst með það, ég hlusta á okkur. En já, ég tengi við margt sem þið segir. Ég bara tengi við allt sem þú ert að segja, en ég bara En svo koma geimverurnar inn í þetta. Mér finnst svo gaman að vera dregin einhvern veginn tilbaka í eitthvað ævintýri þar sem að maður bara má taka veröldina og beiglana bara. Og teygja bara alveg á henni, alveg bara að þolmörkum. Og eitthvað óvænt gerist sem að fellur ekki í eitthvað strúktúr. Já, sem gerist alltaf. Ég meina, af hverju, eigum við svona erfitt með að trúa því að það séu bara einhver ójarneskar veru sem geta bara eitthvað flakkað á milli víta og skapað ormagöng til þess að ferðast aftur til síns heima og því við höfum ekki í tíma, sko. Já, það eru margir sem það er bara gaur í heimildamind sem segist það við hitt mann sem þá komum við að þessu hashtag ég trúi, viljum við vera þar eða ekki. Ég trúi Ég í rauninni trúi engu, ég tek öllum með fyrirvara þar til að reynslan hefur á sér stað. Er það? Já, algjörlega. Ég tek öllum með fyrirvara. En þar til hef ég fullt leyfi til að leika mér að öllum hugmyndum. Já. Það er gaman að því. Og byggla veruleikan og segja fáránlega hluti og og því líka, fólk hefur líka mjög gaman að þessu. Það er alveg rétt. Það er einmitt, þetta bara eins og hugmyndirnar hans Nietzsche sem á sínum tíma koma fram sem bara, nýjar og ferskar. Já, mögulega, já. Og þetta gerist bara reglulega, hefur gerst allavega mjög reglulega, að það kom einhverjir hugsuðir með einhverjar hugmyndir sem bara, hei, já, þetta er alveg nýtt, bara góð hugmynd. Já. Síðan hvenær gerist það síðast? Ég meina, bara Tesla. Nikolai? Nei, bíllinn Tesla. Hvað með það? Þetta er bara, þetta er geðveik hugmynd. Er það ekki? Jú, örugglega. Bara, fjöldaframleitur rafmagnsbíll sem bara, kemur okkur á milli staða.
veit ekki alveg með það sko skýtt með það já. Þarna, þú veist, hugmyndir sem slíkar koma fram sem hérna nýjar og ferskar og síðan bara, þú veist, bíómyndir það bara, þú veist oft sjáum við hérna bara sömu bíómyndina aftur og aftur, bara eitthvað, þú veist þessi formúla, bara, þú veist þetta svo fyrirsjáanlegt að maður bara, þú veist, skipar í gegnum myndina og þú veist fær ekkert út úr þessu en svo af og til að þá kemur eitthvað bara svona alveg nýtt bara, þú veist, ég man eftir fyrsta skiptinu sem ég sá Pulp Fiction til dæmis það var eitthvað alveg nýtt bara, þú veist bara hvað að gerast hérna þetta er geðveikt og talandi mannsfjölskylduna, sko, hérna Once Upon a Time in Hollywood, þetta er eina myndi sem ég farið á 3 í bíó já, ekki séð hana kemur mannsfjölskyldan eitthvað það? Já þá ég tekka það ekki segja mikið þessi mynd er fucking mistarverk sko. Ok, það er Tarantino eða ekki? Jú bara 3 klukktíma bara uppbygging með mesta coolnessi bara sem hægt að vera með veist, mér langaði bara að flytja til Kaliforníu sko, eftir þessa mynd sko. Ég var næstum búin að breyta nafn með þess að ég fekk það ekki samþykkt ég ætla að endurskýra mig Cliff Já, ég ætla ekki að heita Gunnar, ég ætla að heita Cliff ég fekk neitun á það Já, en þetta Cliff Dan og hana, en svo bara eitthvað svona uppbygging bara eitthvað 3 klukktíma og svo er bara klikkaðasta atriði sem komið fram hefur í bíómynd bara ever og það twistið er svo rosalegt Ok, ég þarf að teka henni En Nietzsche á sínum tíma þá var hann að tala um það er trúabröð og áfengi þessi sérstaklega sem ég sé fólki kringum mig sem, og það virkar ekki en fólk að nota þetta samt til þess að fylla upp í eitthvað tóm en þú verður bara að horfa í þetta tóm stare into the abyss Hvenær hættið þú að drekka? 2009 Var það sem allavega stendur ennþá Þú lítur alveg út fyrir að hafa verið svona slæm bitta sko Já, takk fyrir það Nei Ég held að nú sem frekar bara þunglindið og kvíðin og slæma sveftvenjur sem hérna þá er illa með útlita. Nei, ég meinti ekkert illt með því en svona, ég get alveg ímynda mér að þú hafi verið alveg svona, þú veist, tekið hressilega á því. Ég tengi svo við það sem Nietzsche sagði, sko. Ég var að fylla upp í eitthvað tóm sem var þarna fyrir. Mér finnst ekki að það hafi verið áfengið. Ef eitthvað þá er mér ekki illa á áfengi. Nei. Á sínu tíma var það, ég menna, þegar sálfræðingar vissi ekkert hvað þunglindi var og var ekkert í boði, ég var engar félagsmiðstöðir eða voðalega lítil hjálp, sko. Já. Og þá hafði maður allavega áfengið sem tók burt vanlíðan. Já. En myndirðu skilgreina þig sem alkohólista? Já, ég mótaði með mér alveg svona ótrúlega þráhyggju og rugl og ég treysti mér ekki til að drekka áfengi sko. Nei. Mér finnst ég leita ennþá mjög í það að svona self-medication sko. Festast í tölvuleikjum og svona, ég þarf að fara að gera eitthvað uppbyggjandi nei, best að bara horfa á eitthvað Netflix, mér finnst ég alltaf vera að leita í þetta. Já, og svo þegar maður hættir að drekka þá kemur þetta náttúrulega í ljós og þá fer maður einmitt að leita á þessar hliðalínu sko. Já, allir það ekki. Það er náttúrulega neyðir mann til að neyðir mann bara, þú hefur ekki þessa deyfingu, þú verður bara að horfast í augur raunveruleikan eins hræðilegur og hann er. En ég meina, þú veist, er það þá ekki svolítið málið einmitt, ef að allt í einu bara, þú veist, áfengið það bara tekið frá þér, bara þessi félagi og þessi lausn og þetta bara, þú veist, leiðindin bara blasa við þér Akkurat. Og ef að þú í raun og veru sko bætir ekkit upp þetta þá bara, þú veist, þá ert þú bara á leiðinni inn í tómið. Já. Þá er tómið að fara að taka þig. Ég held það nefnilega. Já. Þannig að þú veist... Hann ekki með klámstertinn. Alveg bara þvílíkt. Já. Það bara örugglega getur... Þú sagðir í innum sætti minnum að þú hefði verið háður klámi. Já. Sjúkla háður klámi. Ég hafði áhuga á því, sko. Já. Ég var mikið spáðið þessu fyrirbæri oft, sko. Hvað er þetta klám, sko? Já. Þetta er náttúrulega bara, sko, þarna byrjar minn fyrirleikur, sko. Bara sem krakki. Þetta er að fela hluti og það er mikið skömm sem fylgir þessu.
Já, skömmin voðalegur. Þú ert að fel eitthvað. Hefur spáðið í hvað er stórt þegar þú svona fel eitthvað svona, bara meðvitað gagvart fólki, foreldrum þínum, vinum þínum, kærustunum þínum. Þú veist, að fela hluti. Heilbritt fólk felur ekki hluti. Nei, sammála því. Þannig að þetta er alveg, þú veist, þetta framkallar eitthvað svona tvöfalt sigjaði eitthvað. Og það fylgir þessu mikið skömm. Og þetta fyrir að stýra lífiðinu sko. En ég komst að því fyrir nokkrum árum að þetta var að hafa meira afleggingar í för með sér en ég hélt sko. Og meðal annars sko, þetta bara hafði áhrif á það bara hvernig ég var í kringum konur í samskiptum. Það bara geislaði af mér einhver önnur ára og mér fannst ég ekki vera frjáls í kringum konur. Ég var alltaf þjakaður af einhverju svona óhreinu sko. Já, það skil. Þannig ég tók alveg vel gott fráhald þar sko. Já, ég var mjög mikla þráhyggju áratug hvert að finna réttu konun að það hlýta að vera einhver þessi eina rétta? Já, sem svona ferðalangur minn en sem myndi gera þig heilan. En svo þið skildi seinast, ég er búin að gera það 2 ára yfir því. Já. Þá kom yfir með eitthvað svona 2017 og kom yfir með eitthvað, ég nenni þess ekki. Nei. Ég nenni þess ekki, eitt vinnur mér sagði bara prófaði nú bara að vera singul í góðan tíma bara. Hvað tókst það lengi? Leitaði bara inn á við eða eitthvað. Já. Og eftir smá tíma bara fór mér að líða alveg fáránlega vel. Og flestir mínum bestu vinum í dag sem ég hringi oft í og bara spjalla við heilengi, það eru vinkonur. Já. Ég hafði aldrei átt mjög nána vinir sem voru kvenkins. Nei, einmitt. Þetta kraðist einmitt þegar maður fer að slaka alltaf á, ég er ekkert að hugsa að komast upp í rúm hjá þér. Ég bara nenni ekki að standa í því. Það er mikil, það var bara einhvern veginn, já, maður var bara undinni léttar bara. Já, því að sko, konur skynja þetta alveg sko. Já. Skynja þetta alveg í þér sko. Já. En við erum alltaf með þetta kerfi samt. Maður höfum ekki alveg rífa okkur og mikið niður. Sem karlmenn sko. Mér finnst við vera, þegar þið sé Terminator. Atriði Terminator 2 þeir eru frábæri mynd sko, þegar hann lappar allsberinn á barinn og hann er svona meta sko, hvaða body type passar við mig ekki match við erum svona líka þegar við förum á barinn sko, karlmenn sko. Það er eitthvað svona óbúslega primal kerfi sem er alltaf í gangi og lætur okkur ekki friði. Maður voru að tala um okkur á koni, ég kannski að tala um okkur prófessor á háskólanum og þá er þetta kerfið possible match, maybe, union would be beneficial, eitthvað þegið og láttu mig í friði. Ég nenni ekki að pæla þessu. En þetta kerfið er bara viðhalda tegundinni sko. Og konur gerir sér ekki grein fyrir hversu bölvun þetta er. Og það þegar ég segi þetta á konuna og spurði þær alltaf, er þetta sann satt? Er það hugsa kynlíf 24/7? Ég sagði, þetta er ekki hugsa. Nei. Þetta er svo primal og svo djúpan level. Þetta er dýr sko. Já, algjörlega. Og meira þess að bara, þetta er eitthvað skriðdýr. Við erum ekki að tala um spendýrspælingur. En mér finnst þetta samt að batna með árunum sko. Og ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað svona sálræn breyting út af einhverjum andlegum þroska eða hvort þetta sé bara minkað testosterón. Já, en nú testin er að hækka sko, þannig að það er ekki í samræmi við það sko, en hvort þetta sé bara eitthvað svona þroski sem kemur með aldri, ég veit ekki. Það sé ekki hvort tvekja. Að því að nú bara, ég er að vera 50 bráðum og maður er bara eitthvað, ég er ekkert eitthvað að fara að fjölga mannkyninu neitt eitthvað meira, ég þarf þess ekki. En nú þarf ég að fara undirbúa nei, akkurat, ég veit. Nú þarf ég að fara undirbúa mig bara fyrir að deyja og listin að deyja, að nema hana sko. Já. Ætli ég hafi ekki sko allt innu bara ómeðvitað tekið það okkur þannig. Ég ætla að hætta að leita þinni fullkomnu konu og ég ætla að leita að Flosa og finna hann. Já. Og hvað þetta var klísukent. Nei, bara ekki. Það er nokkuð til í þessu. Já. Og hvað, þú ert ennþá á þeirri vegferð? Já. Og hvernig gengur? Það er aldrei óðalegt sko. Ég bara, alltaf það kemur upp eitthvað svona einhver kona sín með einhver áhuga að fara eitthvað lengra með eitthvað, þá er ég alveg bara, nei, þess ekki. Þú ert semst single? Já, búin að vera það mjög lengi. Og þetta er ekkert á Tinder eða eitthvað? Ég prófaði að skrána á Tinder fyrir 2 árum eða eitthvað svoleiðis og svo nefndi ég ekki vera. En það var ágættir samt svona personality boost að því að ég fekk alveg viðbröð frá
konum sem bara, þetta bara myndaleg kona bara... En það ekki bara þegar þú ert að spila refsa strengjum í frægri hljómsveit? Er ekki eitthvað svona grúppur í kringum sem er alveg æstar í þig? Nei. Er það ekki þannig? Nei. Það frekar þegar ég byrjaði að tala í hlaðvarpi og tala opinskátt það hvað ég breyskur og brotinn maður og skammast mín ég skammast mín mjög mikið já, eða ég skammast mín ekki fyrir neitt en ég var hræðilegur og ég langt frá því ég var fullkominn þá bara einhvern veginn En það var þá kannski heilbrigða konur sem sæki þig Nei, Nei, það er líka eitt af því sem ég rætur við, sko. Mér finnst ég alltaf ég laðaðist rosalega að brotnum einstaklingum. Ég hef alltaf verið þannig. Bara þegar ég var bara unglingur, þá var bara draumastarfið mitt mér langaði að vinna á geðdeild. Ég var komin í það, ég var 21 eða eitthvað. Ég held nefnilega að við unnum á geðdeild á sama tíma. Er það? Já. Við vorum samt ekki á sömu hæðinni sko. Já, einhverjum þætti töluðu 32 sé eða 30 ég var á 33 sé 1 ár byrjaði þar að rosalega eldskýrn það er fíknigeðdeild já, hérna áfengisgeðdeildin svo var ég 30 en svo flyttið þetta svo var ég hérna í 5 ára bara svona áfangaheimili þessum voru 7 karlmenn sem voru með kvillar en voru að reyna að sko það voru að prófa svona hvað þeir gætu verið sjálfstæðir sko. Þannig að þeir voru búið til mat og maður var svona minnað á nú að fara stundum í bað og svona bara svona eitthvað hálfgert, sambýli eitthvað Já, eiginlega og svo flutti ég til Danmörkur, þar lærði ég nú að vera sjúkraliði og vann á móttökugeðdeild í 2 eða 3 ár þar það var líka mjög mikil reynsla, skemmtilegt Já og svo kom ég heim til Íslands og ætlaði að halda áfram að vinna á geðdeild hér en þetta var bara eins og þetta var rosalega stökk að koma frá Danmörku og fara að vinna á geðdeild hér að mér fannst ég fara bara langt aftur í tíman sko. Hvernig þá? Það var eitthvað svona viðhorf til sjúklinga það var gjá á milli sjúklinga og starfsmanna á Íslandi ofsalega gjá á milli sjúkralið og hjúkrunarfræðinga og lækna einhvern veginn þetta var volið svona hýrarki og ég kunni ekki alveg að meta það sko. Geðdeild þarf að hafa ofsalega ákveðna reglur sem bara ekki vikið frá Það ekki að vera eitthvað mikil mýkt Jú, en svona dálítið tough love samt Já, klálega Já það kemur svo mikið af fólk hérna með persónuleika raskanir fólk sem hefur bara alist upp við það að manipúlera það er ekki þeim að kenna ekki illa manneskjur bara kannski kemur þannig fjölskyldu aðstæðum þess að það læri bara ég hef stundum sagt á má ég tala um hérna Þú eru að ræða þig sjálfur Já, það er alveg rétt Nei, svona, við nýliða í sagt þið eru náttúrulega mörg hver með svona ákveðið superpower sum ykkar þekkja til dæmis tilfinninguna að þið viti hvernig ástandið er heima áður en þið opnið dyrnar og þá sér maður margar svona kinka kolli en þið eru svona trúaðir á andlegum áleitni heldur en ég hvað er þetta? Er þetta bara eitthvað sjötta skilningar sem við getum ræktað með okkur en þetta er alveg ótrúlega fólk sem kemur frá svona brotnum heimilum þróvart með sér og er oft ósalega næmt, það er erfiðar að ljúga þessu fólki það er líka sjálft oft betri lígar orku sko Já, þetta er svona, þú veist Orkan, og vitundin að, þú veist meðvitund að vera meðvitund að þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að þú veist er hálfgert kraftaverk út af fyrir sig að við skulum hérna geta öðlast einhvers konar meðvitund og ég vil nú meina það allavega ég og Gunnar og þú virðist nú vera frekar meðvitaðar einstaklingu líka en það er bara því miður hérna rosalega mikið af fólki sem að fer bara í gegnum lífið bara nánast meðvitundalaust sem bara, þú veist Öfundarðu aldrei það fólk? Nei Ignorance is bliss Nei, ég geri það ekki sko. Jesus Christ, ég var búin að vera þannig áratugum þetta var tómt vesen maður þú veist, og ég vorkenni þeim ekki heldur en ég svona, þú veist ég finn samt svolítið til með þeim En er þetta ekki algjör ofurmenni? Fólk sem getur bara áratugi eftir áratugi vakna bara á sama tíma, ferðið í sömu vinnuna og
Jú, þetta og tekið öllu eins og sjálfsögum hlut, já, nú þarf ég að fara með stelpunna til tannlæknis og ég þarf kaupa eitthvað í matinn, það er farið Smáralind og laugardaginn vera það svona 3 klukkutíma. Mér er bara pumbult Þetta eru náttúrulega bara hinnir fullkomnu gullgrafarar. Þetta eru bara, þú veist, einstaklingarnir, það sem að, þú veist, genasplæsið bara, þú veist, virkaði fullkomlega. Vinnu dýr, segir. Já. Ég held að ég sé ekki tóla vel hérna inntak af þessu. En sem er hana ham. Já. Ég er bara svona klassískur Íslendingur sem að, veist, þetta er búið að vera einhvern veginn í þjóðarsálinni núna í eitthvað 20 og... ég var bara að taka eftir þessu núna. Hvað? The Dude. Já, hann sér ekki hvernig teppið speglast í glerunum hans. Jú, alveg rétt. Ég hef aldrei pælt í þessu áður. Þetta var tilvíðun, sko. Arnór Gammer. Þetta er hann þessi fræga móta. Móta. Bath herbergið saman. Já. Ég elska þessa mynd. Já. Þetta er eina af þessum myndum sem maður getur horft á aftur. Já. Þetta er listaverk. Og maður áeil að horfa á hann aftur. Já, algjörlega. Já. Og það er djúp meining og just, ég ekkert um að lasi, það er eitthvað prófessor í MR eða eitthvað anskotan, hann skrifaði henni bara eitthvað langa ritgerð um þessa mynd. Sko. Já, ég glugga eitthvað eitthvað svona erkitýpur og eitthvað svona alls konar. Hún er alveg útpæld, sko. Já. En varandi ham, hún er hvað? Er þetta ekki, hvað er hún? 35 ára gömul eða? Jú, með allavega einu hléi, sko, ég er ekki stofnmeðlumur, þeir stofnaðir hérna 87, 8 eitthvað svo leiðis, eitthvað kringum áramótin 87, 8, ef maður er rétt. Já. Ég kem vorið 89, svo hætti ég nú 92, þeir hættu síðan alveg 94. Svo er ekki fyrir 2006 að við byrjum að hittast aðeins aftur, sko. Býtu, var ham lengi lifi, var það 94? Hún er 93, held ég. Hún er 92-3. Lokatónleikarnir á tunglinu. Já, það er 94. Já. Ham hérna... Hvað sagður þú? Ham... Heitir hún ekki lengi lifi? Já, jú. Jú, auðvitað, ham lengi lifi. Nei, hún er örgulega 90 eitthvað. Já. Það var þegar ég var í menntaskóla. Ég fór á þessa tónleika. Þetta var... Á tunglinu? Á tunglinu. Já. Og þú veist, þetta var bara í mörg ár voru þetta bara bestu tónleikar sem ég hafi farið á bara på lífet, sko. Það var ekki fyrir en ég sá, sko... kraftverk á Hróarskeldu og þessi tónleika voru toppaðir. 98? Á Hróarskeldu? Já. Já, það getur verið. Þau voru að spila í fyrsta skipti eftir langan tíma. Já. Rammstein voru líka og Black Sabbath. Já, allavega Rammstein. Já. The Verve átti að vera á sko Appelsingurla sviðinu stóra. Þurfti að kanselera og Rammstein voru farið að þangað og það var bara sturlað sjó. Ég bara sjaldan séð hann. Eldvörpurnar og allt. Já, ég sá það líka. Já, ég var á þessum tónleikum líka. Já. Við höfum allavega verið á þrennum tónleikum saman. Það er bara með betri tónleikum sem ég farið á Kraftverk 98, sko. Já. En hvað er þetta að gefa þér? Að vera í hljómsveit? Já, ekki bara einhverju hljómsveit. Þetta er ham. Rosalega mikið. Mér finnst ég bara ofsalega heppinn að fá að vera í þessu bandi. Ég sem ekki lögin, ég gerir þetta aldrei mikið það sem mér er sagt, sko. Já. Ég fæ bara að vera með, finnst mér, og reyna að láta til mín taka, sko. Já. En hljómsveit er líka svo mikið, sko, efnasamsetning. Það er ekki bara hvað við getum spilað, sko. Ég lofa ykkur því að þið getið spurt hvaða tónlistamann sem sko, hvort vildur að hafa gítarleikari í hljómsveit sem hljómsveitinni sem alveg rosalega góður og bara fljótur að læra allt og kemur með geggjaður hugmyndir en það óþolandi manneskja eða einhvern svona sæmilegan sem samt alveg frábær karakter og félagi allir segja neina síðari sæmilegan já það er það sem er gaman við hljómsveit þetta er svona félagskapur. En hvernig eru þið sem svona tónlistamenn eru þið góðir tónlistamenn eða eru þið bara svona skít sæmilegir? Það er erfitt, ég veit ekki hvað er góður tónlistamæður, það er spurning sko. Nei, þú veist, bara eitthvað Mark Knopfler hérna, bara eitthvað. Já, þá ertu kannski meira að tala hérna
tækni level á hljóðfæri. Það sér að tala um, Já, nei, við erum bara svona sæmilegir, sko. Trommarinn okkar er rosalega góður. En það snýst meira umdaldið, sko, trommurnar er þá svo sérstætt instrument, það er svo mikið væp eitthvað og svona grúfið. Það er magnaða fyrirbæri sem enginn getur alveg skilgrind nákvæmlega eða kennt. Þannig hvort nærðu þessu eða ekki. Ég á með draum að fara á hamtónleika, sko. Hefurðu aldrei farið á hamtónleika? Nei, ég verð að gera það, sko. Já, ég er svo ógeðslega lélegur í tónleikum, sko. Já, það er eitt vinur minn sem mikið andlegu hliðinu, hann segir að þið er eina af þessum fáu hljómsveitum sem miðlar. Hverju miðlið? Ég veit það ekki. Hann sagði bara, ég bara sá það strax þegar þið byrjuðu að spila. Þá bara myndaðist bara ljóssúlur yfir ykkur alla. Ég sé myndbönd af tónleikum hjá okkur, sko. Já. Það er bara það gerist eitthvað. Já, það gerist eitthvað. Já. Og þetta í færisku vinur minn hlakkaði mjög til að sjá okkur og hann búið að segja við hann allan daginn, þú mátt ekki missa af ham eða þú ætlar að sjá eitt band og verður að sjá ham og hann var fyrir vonbrigðum. Hann sagði bara, og færingar eru daldið eins og við og svolítið svona direkt og bara segja vinur sínum hvað þeim finnst eins og fólk á að vera. Sagði bara, vinur ykkar tala ykkur alltaf mikið upp, sko. Mér finnst þetta bara mjög gott rockband en ég fattaði ekki hvað svona þess. Ég sá að Íslendingarnir voru upplega eitthvað annað en við. Hann skilur þetta ekki. Nei, hann skilur þetta ekki. Ég er mjög gaman að því Íslendingar skynja eitthvað þarna. Það er textarnir og eitthvað svona. Það er eitthvað prímatíft, mjög prímatíft. Það er húmor líka sem Íslendingar ná að bara. Fáranleiki. Líklega það líka, sko. Þegar mér finnst enginn að hafa ofsalega mikið að við erum að þessari Gen X kynnslóð. Já. Það er aldrei kynnslóðin sem byrjaði því að búmirarnir undan okkur ofsalega svona idealistar eða svona við getum breytt heiminum lemja bara á trommur og vera hippar og svo annarkvort fór það liði hryðjuverk eða ná klepp bara með vímöfna vesen, sko. Já, það sem mér finnst vera heillandi við ykkur og eitthvað svona hvað ég að segja framsetningu, þið virðist taka þetta mjög alvarlega. Bæði og. Mér fannst þetta verða nú miklu skemmtilega þegar við fórum að hætta pæli, sko, því eins og þessu hræðilega meiki. Þegar farið að tala, þetta er allt annað í dag. Já. En á sínum tíma, sko, það var alveg rosalega þráætti því einhver hljómsveit yrði heimsfræg. Já, en það er ekki þannig alvarleiki sem ég á við, sko. Mér finnst bara eins og þetta er bara þið eru þarna og það er bara þungt mission og það er bara þung samfæring og það er bara kraftur og það er það sem ég skilja. Já, ég var ekkert að spyrja hvernig er að vera að spila í ham. Það er auðvitað daldið bara eins og að hafa verið í breskum skriðdreka í fyrir heimsstyrjöldinu á sínum tíma, sko. Þungi. Það er ægilegur háaði og þú ert bara liðin á vélinni og þú veist að það er menn þarna úti sem eru hættulegir. Skriðdrekin verður að ganga ef allir, sko, í áhöfninni sína sínu hlutverki af kostgætni. Og það er þarna fólk í kringu sem er tilbúið til þess að deyja með þér. Já, líklega það. Í þessari baráttu. Já. Það er eitthvað svona skemmtilega svona primal og primitíft stundum við það, sko. Já, en þetta er einmitt, sko, þú veist, þegar þið komið saman og er einmitt þarna bara einhvern veginn meira en summa allra hljóðfærana. Það sem að, þú veist, fólk bara sér einhverja ljósúlu yfir ykkur og bara, þú veist. Já, mjög andlega standur þessi vinur minn. Já, ég meina, þú veist, og einmitt bara verður fyrir andlegri upplifun á einhverju, þú veist, á einhverjum tónleikum. Lendur aldrei í því að yfirgefa líkamann á sviði? Þetta er skemmtileg pæling, sko. Ég held að, maður geti alveg náðu svoleiðis og tónlist er alveg eða er eitthvað sem kennst nálægt í að vera galdrar þá finnst með að vera tónlist. Já. Það er sama hvort þú þarft ekki einu svona skilja hana, hún hefur bara áhrif á þig. En er flutningur á henni fyrir fram af fólk eitthvað annað? Það er allt annað. Það er eiginlega einu senni galdur, sko. Já. Það er bara Já. Ég meina þegar þú ert að hamtónleikar bara eins og, það er eitthvað svona, ég elska mér þetta að vera eitthvað svona heiðið ritual stundum, sko. Já.
það tvennt sem að ég sé bara... mjög svona gamall skóarguð sem að fylgjast með okkur og já, ég ránaði með strákana, ég ætla að veita blessunum mína og jú, það gerist á ákveðnum tímapunktin finnum maður oft og það kannski það sem svo gaman við hljómsveit það náttúrulega sumur myndu segja að þetta bara æfing en fyrst við hittust og við erum ekki búin að æfa í 6-7 mánuði eitthvað, erum við ryðgaðir munum ekki lögin og bara ekkert góðir Já, næstu æfingu strax miklu betra. Einhvern veginn bara bassin og trommutuna verða eitthvað unit og það eins og gamli skritrikinn sem farin að keyra eitthvað áfram, sko. Og svo allt hérna bara orðin vígvél. Já. Man finnst bara að það bara ekkert sem getur staðið gegn þessari ófresku. Það eitthvað tilfinning, það alveg rétt, sko. Það tvennt sem að ég hefði ræst í lífi mínu. Að vera í fræri rockljónsveit eða kunna bílaréttingar og riðviðgerðir eða bara bílaviðgerðir almennt Ég tengi alveg mjög við þetta Vá, hvað þetta bara ég bara gæti bara laga bíla laga rið, farið og tekið blöndugun í gegninni í eldur síðan mér og eitthvað bara refsa eitthvað strengjum bara eitthvað fyrir framann fullt af eitthvað fólki sem eitthvað öskrandi á því sko. Geðveik pæling sko. Já En hvað, fóruð þið ekki út? Jú. Ætluðu þið að meika það? Já, það var meiningin, sko. Ég tók eiginlega ekki þátt í því. Ég fór einu sinni með þeim út 89, fórum til Bandaríkjanna. Já. Og síðan vorum við ósalega mikið að tala sko, að fara til Bandaríkjanna og reyna að vera þar dálítið lengi og reyna að slá í gegn. Og ég var sjálfur að hætta að drekka. Og að verða pabbi og ég hugsaði bara að þetta passar eiginlega ekki saman þeir voru ægilega fyllibittur En eru þeir ekki að drekka lengur? Nei, ekki neitt sko. Róuðust þið bara? Já En þeir voru ekki og svona mér finnst þið verða aldrei svona að þetta er bræðralagt aldrei og og eins og allir bræður þá hafa menn slegist og rifist og hóta því að tala aldrei við hvern annan aftur sko. En já, nú er það meira svona svo gamlega bræður að hittast sko. Og ofsalega mikil svona lokal húmor sem rifja upp eitthvað fyrir 20 ára síðan fólk segir mér sko sem hefur ekkert eitt miklum tíma bandinu, það sér það strax sko. Það er mikil saga Já. Svo annað, ég var í matabóði í gær hjá vinafólki og hún svona podcast kettling sko, hlustar á podcast alveg út í eitt hlustar mikið á þáttásið og ég var að spyrja hana hvað væri í rauninni besta hlaðvarpið á Íslandi hvað varðar hljóðgæði hún sagði Draugafortið Já, gaman að heyra það hún leggur mikið upp úr því sko. Ég á ekkert í því ég ætla bara ekki að reyna að taka örðu af kredit fyrir það félagið minn Baldur Ragnarsson hann sér alveg hvernig farið það þessu? Og hann alltaf svona ADHD-gaur og ég öfmynd oft það fólk og fólk með einhverfu líka það getur svo beint svona einhverju áráttu og þráhyggju stundum í svona eitthvað uppbyggjandi ég ætla bara að læra þetta og ég hætti ekki fyrir ég búin að læra þetta bara ná fullkomnum til dæmis að Baldur á sínum tíma ákvað ég ætla að læra flautu og ég hætti ekki fyrir ég búin að ná því þá leiðum með vin okkar sem heitir Hilmar Valur og Hilmar Valur sagði mér að ég hef aldrei komist í að nálægt í að drepa þennan mann því hann hætti bara ekki að spila á þessa fjandars flautu nótt sem 19 dag og það eitthvað svona superpower sem þetta fólk stundum hefur sko. Og hann nær bara einhverju Já, hann laði strax mikla áherslu á þetta sko. Hljóðið þarf að vera og ég saknaði svo oft sko, með podcast sem mér finnst skemmtilega að það aðalega íslensk sko. Það gert af einhverjum vanefnum og soundið ekki neitt sérstætt mér finnst soundið vera fínt hjá ykkur sko. Það orðið ágætt sko. Já. En eru þið einhvern veginn bara dúkaðir inn eða? Já, hann búinn að setja alveg eitthvað í loftinn og svona og það alltaf meiri pælingar sko, við ætlum líka að fara að taka þetta upp í mynd. Ætlaðu að gera það? Já. Og eigum okkar draumum að prófa að streyma tölvuleikjum saman sko, það alltaf að Baldur alveg á því að það verði stórfenglegt. Ég svo hrættur í tölvuleikjum sko. Ég á fullt af tölvuleikjum á tölvunum minni sem ég
hef aðeins byrjað á svo kann ég ekki neitt á stjórngerfið og svo kemur ykkur alvör og drepur mig og það bara, nei, þetta ég næði þess ekki ég lengi að byrja á nýjum töluleik sko. Já. En þið náðu þarna ég náttúrulega gunga nei, gunga það ekki til rétt, mér heyrst ekki vera neinn gunga bara veður áfram en sko þið náðu miklum vinsældum fljótt já, fólk náttúrulega elskar bara sögu sko. Og ég held ég hafi daldið þennan hæfileika geta sagt ég alltaf á því sko að sagan mér er svo leiðild þegar fólk segir mér svo leiðild í sögutíma fyrir mér það þýðir það bara eitt þú hafðir ekki kennara sem naut þess að gera það sem maður var að gera já, góðu sögukennari getur bara glætt söguna svo miklu lífi sko. Og einmitt með þessu með tíman að ekki hugsa eins og þetta gerist fyrir rosalega löngu síðan heldur hugsaði frekar þetta voru manneskur eins og þú sko. Ég myndi að þú sért bara þarna í Grikklandi það eru 200 fyrir Krist og hvernig hefur það verið hvernig hefur þér liðið og hefur verið til í að hitta Sókrates og hvað hefur sagt fyrir Sókrates, eitthvað svona pælingar þetta fólk kannski búið að vera dáið í mörg 100 ár en það ekki endilega að vera svo langt frá okkur og ef við komumst að því ef við förum að pæla hans í hlutum þá hefur fólk ekki hérna tíðin að vera úvalega mikið að pæla þessum sömu hlutum þú sagði Nietzsche hefur verið eitthvað ósalega nýtt og spennandi já, að mörgu leiti en hann var kannski dálítið réttum á réttum tíma en það voru alveg grískir heimsvíkingar sem voru fannir að pæla í þessu sama ég menna við höfum eru þið flatt örð, gaurar? Nei Hvað heldur eiginlega við séum? Ég veit, þetta var högg undir beltistað. Nei, við erum það ekki. Nei. Ég hafnast... En áhuga maður kenninguna samt, þetta mjög... Já, hún dásanlega. Já. Ég veit ekki alveg hvað maður á að finnast chemtrails. Nei, mér finnst það langsótt líka. Ég veit ekki alveg en svona, þú veist, það meikar alveg sens, sko. Ég mjög skeptiskur þetta. Eina sem ég daldi svona, það þegar verið að tala svona flýild eða sko... Það reyndar ekki sagt hérna UFO lengur, það heitir eitthvað annan núna. UAP? Unidentified Aerial Phenomena. Af því að það er svo mikið af sögum, sko. Já, og bara flugmenn í seinni heimsstyrjöldinni sem allir sáu eitthvað stórskrítið og hérna. Ég hef fengið svolítið mikið af myndefni sent hérna til okkar. Ég fekk 2 vídeó daginn, bæði frá íslenskum flugstjórum. Já. Og þetta eru bara einhverju dúttar sem sagt, ég fekk þetta í gegnum annan mann annar er bróðir hans og þann sem þú sér bara greinileg sem sagt, flýildi og himni sem sagt, fyrir ofan ský teki bara úr cockpit á bara íslenskum flugleiðavélum og það er þegar maður sér svona myndefni bara frá okkur svona gaurum sem bara eitthvað hafa í rauninni engan áhuga á þessu og ekkert að sækjast eftir neinni athygli vilja ekki með neinu móti koma fram undir nafni sína þetta bara einhverjum svo fer þetta ratar þetta eins og þessu til mín þetta er mjög trúverðugt já og það koma svona tilfelli þar sem að ég einhvern veginn bara já í grunninn er ég mjög skeptískur sko. það? Já, mjög svo en það koma svona tilfelli og frásagnir við fengum nú mikið af frásagnir frá svona eldra fólki líka bara einhver gömlum kalli og einhver gamalli kettlingu sem að bara Já, það er svo mikið af svona þetta er svo sjúklega mikið og fólk og ég var ekki búin að segja þér frá því að kom maður inn í handishúsið inn í búðuna í fyrradag á föstudaginn kemur inn til að kaupa einhverja olíu svo segja hann, þú ekki hann að þessi geimveru kallana og ég bara, jú, það passar og hann bara, ég ætla að segja það svolítið ég býð semst á Kjalarnesi búin að búa alltaf hunds og kattatíð og alltaf fylgst mikið með þessu UFO-drasli en einhvern veginn aldrei séð neitt samt ég þarna bara undir mjög beru svæði og nema fyrir svona 2-3 vikum síðan þá sá ég flýildi eða sem sagt UFO í fyrsta skipti og hann var semst að keyra í ljósaskiptunum bara á 80-90 km hraða og það kemur svona 30 gráðum fyrir framannan, 30 gráðu stefnu á hann, bara svona fer bara svona yfir hann á svona, hann áallega svona 60-70 km hraða 10 metra lofthæð bara svona grár mattur, bara bara hnöttur alveg enga línur, kringlóttur ekki neitt og þetta, hann sagði, þetta var svo látlaust svo það bara
bara 2 metra hnöttur, 10 metra hæð, bara svona yfir mig. Og ekkert stórkostlegt. Þetta var bara, en þetta bara meikaði engan sens fyrir honum. Og hann heyri svona sögur. Og hann sagði, þú mátt alveg hafa þetta eftir mér, en þú mátt enga veginn segja nafnið mitt, sko. Nei. Þetta fylgir alltaf. Já. Og ég meina, það ekki eitthvað gaur að koma eitthvað labbandi inn. Og hann var edrú, tók að sérstaklega fram. Að keyra, eins gott. Ja, eins gott fyrir hann. En þú veist, fólk ekki svona miklu legarar. Nei, ég alveg sammála því, sko. Ég skeptiskur, en mér finnst þetta alveg ástæða til að ég hlusta meira á þetta en þegar fólk segir draugasögur. Já. Ég að vera 60, ég hef aldrei upplifað neitt. Birkir. En það ekki tvær manneskjur sem hafa sagt með draugasögur sem ég veit að voru menn annari látin, sko, sem bróður minn. Og hann var ekki náungi sem var að spinna upp eitthvað sögur til gaman, sko. Nei. Já, hann Birkir sem var hérna í stólnum, hann sagði okkur líka draugasögur. Já, ok. Sagðist það að verða að passa íbúð hérna bara einhverstað niður í miðbæ. Já, það var heldur spooky. Já, en þá þetta bara svona eitthvað, þú veist, finna mjög sterkt bara fyrir einhverju nærveru og eitthvað svoleiðis. Ískaldri nærveru. Já. Já. Þannig að en þú veist, eins og með þarna þessar geimverur og bara einhvern veginn þessar sögur þetta bara vitnisburðir og bara eitthvað endalaust af einhverjum vitnisburðum. Já. Og þú veist, og í þessu samhengi þá erum við að kalla þetta hérna bara eitthvað, þú veist, geimverur eða fljúgandi furðuhluti og hérna, þú veist, fyrir 2000 árum og þá var fólk að tala þetta sem bara hérna, þú veist, heilagan anda kom yfir þau og eitthvað svoleiðis. Þannig að bara fólk setur þetta líka bara í eitthvað samhengi. En af hverju lenda þeir alltaf bara í Alabama eitthvað stær í óbyggðum og taka bara eitthvað skógarhögsmann þar og svo kemur hann greiði tilbaka og enginn trúur hún. Af hverju lendar ekki bara fyrir fram að Hvítahúsið? Bara... Þær hafa líka gert það. Það lendu ekki, en þær hafa sveimað fyrir ofan Hvítahúsið. Það alveg til myndir af því, þetta kom í blöðunum allt. Man ekki hvað ára, það einhverja áratugi síðan. En við erum að þetta globalt, þetta út allan heim. Þetta Afrika og þetta Ástralía, þetta mikið í Suður-Ameríku, mikið í Rússlandi, Bretlandi, Frakklandi, Íslandi. Þetta ekki bara herinn að prófa eitthvað? Að einhverju leyti, jú. Já. Því að við erum búin að reverse engineera mikið af þessum flíöldum sem við höfum náð til okkar og það það sem að koma núna í ljós. Þeir að nota þessar svo kallaða psionics einstaklinga. Þetta eru fjarmiðlar. Það sem að þeir á jörðu niðri, þeir blindfoldaðir, þá náður tengslum við flíöldi og náðum til sín. Og það sko eitt af því trúverðasta sem ég sé núna, það hann þetta Skywatchers teimi, hann Stig Barber, það uppljóstrari sem kom fram í miðjan janúar. Þeir eru búin að búa til þetta teimi Skywatchers, þetta eru bara í rauninni bara high elite hermenn sem eru búin að vinna við til 10-15 ár að ná í þessi flíildi fyrir sko stór einkafyrirtæki eins og Boeing meðal annars sem hefur þá unnið fyrir djúpríki Bandaríkjanna. Þeir eru komin út úr skápnum sem uppljóstrarar og þeir stofnuðu þetta teimi og þeir eru núna í 2 mánuði búin að vinna undir hatti Skywatches og eru að ná þeirra takmark að ná niður flíildi til þess að sína það að þetta sé raunverulegt. Og þeir eru að gefa út þætti, það kom út þáttur í síðustu viku, þetta 2 vikna gamalt efni og þeir eru búin að flokka flíildin í 9 mismunandi típur og þeir eru búin að taka mjög skýr myndbönd af þessum flíildum sem þeir sína í þessum þætti. Ég bara ekki sé það næns. Þetta sjónvarpsþættir eða? Þetta á YouTube. Það á YouTube? Það alltaf ekkert að þessu í meginströmsfjölmiðlum. Nei. Netflix finnst mér leiðilegir þættir sem þar. Já, það svona svolítið svona, það svolítið svona mainstream. En þú finnur þetta á YouTube. Já, það reyndar Unexplained Mysteries. Það old school. Það eru líka góð þættir þar. Sko. Já, ég sá eitt þátt þar og bara mér fannst bara þetta fólk ekki að ljúga, sko. Nei, nákvæmlega sko. En þetta spurning núna hjá þessum Skywatchers hóp. Ég sannfærður það. Þetta spurning vikur eða mánuði þar sem að þeir bara actually ná niður flíildi. Og þá það bara komið. Og þá verður þetta bara gert opinbert.
þá er þið bara með flíildi bara áþreifanlegt, þeir eru með myndböndaði, þeir náðu niður, þeir eru með í rauninni allar upplýsingar, radarupplýsingar og þá er bara hægt að fjalla þetta á okkur nýjum toga. Ok. Við séum ekki ein og höfum ekki verið það lengi. Já, ekki verið það, aldrei. Aldrei verið það. Já, mögulega, hver veit. En hvað ef nú kemur horrormyndanördin upp í mér sko. Hvað ef þessi Galactic Federation eru bara plat, þau þykjast vera góðir og svo bara erum við bara rækt okkur sem fæðu eða eitthvað svona ræðilegt. Já. Svo verður okkur bara raðnauðgað. Ég veit það ekki. Ég vil ekki trúa því. Ég vil trúa því að samfélag, einstaklingar eða samfélag sem myndað af einstaklingum sem komið svo langt í vísindalegum þroska og ég vil meina andlegum þroska þegar við erum að fara í hluti eins og telepatíu og annað. Ég vil meina að þú komist ekki svona langt nema að þú í rauninni komist inn í hið eina sanna afl sem getur komið þangað og það er samkennd. Ég er sannfærður það því að annars stöðnum við stöðnum í hroka, ótta, við erum ekki að vaksa vísindalega því að vísindamenn náttúrulega þurfa að sýna af sér alveg gríðarlega auðmýkt bara með því að segja, ég meina við stoppum ekki hér, við ætlum að halda áfram. Hér eru við að skrifa sögubækur hérna bara eins og bara allt sé bara eitthvað kortlagt og við vitum allt svo bara allt í nú finna er eitthvað góð epli teppi og bara, eða einhver síló hérna 645 metra undir píramídunum en það er samt búið að skrifa bókina, við erum að eðilega mjög gott partí sko. Þannig að ég held að þetta sé allt keyrt áfram að samkennd og meiri segja líka jörðin sem skrúðgarður Galactic Federation frá byrjun að það sé bara útfært þessi aðgerð, þessi skrúðgarður sem jörðin er og við hluti af þessum skrúðgarði forsendurnar eru bara kærleikur og gleðin sem fylgir því að horfa á eitthvað að vaksa og spíra bara eins og einhver rós. Já. Ég vil meina það. Já. Finnst þetta að vera bara eitthvað steipa? Nei, ég veit hvað það meina sko. Ég held við sem bara langt frá þér. Við erum alveg að fara að klára. Já, þið stjórnið því bara. Já. En hvað eru ykkar þættir lengi? Allt og langir. Við vorum að tala um þetta Hvað er það? 3 tíma? 4 tíma? Já, sumur þetta er alveg verið náð því sko. Við ætlum að fara að hætta því. Já. Við erum svolítið bundin af myndavélunum. Það er að deyja á okkur eftir svona 1,5 sko. Já. En það er bara ágætis lengdið ekki. Mér finnst það. Já. Við vorum að tala um það í dag bara að reyna að miða við svona 80 mínútur hver þáttur. Já. En finnst þér eins og í þetta spjall hérna núna, það búið mjög gaman að hitta þig. Takk fyrir það. Ég bara, já. Og finnst þér eitthvað vanta í þetta spjall? Ekki nema bara, ég er forritnari svona, sko, mér fannst þú eiginlega að vera að lýsa bara framtíðar hugmyndum Star Trek, sko, sem gerast á 2004. öld, sko. Já. Fólk er hægt að nota peninga og mannkynnið er miklu sammeinaðra og svona. Í eitt. Já. Er það svo slæmt? Nei, það er einmitt frábært, sko. Já. Yljar þetta er ekki hjartarætt? Jú, vekur þetta ekki upp trúna? Ég bara, jú, það kemur samt ásalegu svona skeptiker og eitthvað svona, ég heyri bölsýnisrættirnar byrja í mér, sko. Einhver rödd sem segir, já, þetta kannski eftir 500-600 ár erum komin eitthvað nálægt þessu sem þú ætla að lýsa. En krefst ekki hugrekkis að trúa? Jú. Já, hugrekkis, já. Já. Það hefur verið, ég meina Søren Kierkegaard var heimsbyggingur sem var mjög heillaður á trúarbröðum, sko. Og hún var illa við skipulega trúarbröðu og svo presta á kirkjur, svona sem þóttust vita allt betur, en hún var trúin mjög heillandi fyrirbæri, sko. Já, ég er klárlega þar. Og það væri, sko, trúin væri á allt öðru svæði heldur en svona rökhyggja og raunsæðist þarna. Þú komin á allt aðra lendur, þú komin í trúna. En getur maður stýrt trúnni að einhverju leyti? Þú veist, heldur að þú getur ákveðið að trúa þessu frekar en hinu? Ég held maður geti alveg reynt það, en virkar það þannig? Ég veit það ekki.
að sko Ég kalla mig trúleysingja, en stundum ég bara ekkert viss ég sé trúleysingja ekki til. Nei, ok. Nei. Það ekki hægt. Nei, þú getur verið guðleysingi. Ég kalla mig svona spiritual atheist. Já. En ég meina Já, ef þú kemur með algjörlega óyggjandi sönnun þá bara Ég meina Arnór, þú með hana Dömpa þessu bara á hann. Nei, þú veist óyggjandi sönnun eitthvað sem að þú getur bara mjög auðveldlega dregið í efa að einhvern veginn, þú veist ekki ef hún óyggjandi bara... Já, ég meina þannig að hvað bara Guð kemur hérna og bara breytir vatni í víni eða eitthvað og bara, ok, þetta ekki hægt þú ert í alvöru Guð, ok Já. Ég að fara til helvitis? Nei Er það sem að þyrfti? Þú veist, þú þyrftir að fá hérna bara kannski dálítið frekja og heimtu frekja en baldi bara ef Guð kemur til jarðar og væri með 5 mínútur blaðamannafund rosalega myndan laga mörg vandamál á engum tíma Galactic Federation því þarna palestínumenn og Ísraelari það aðeins að tala við Já, einmitt Einmitt Þannig að mér finnst hann búin að vera óþægilega þögull lengi út af því að kannski en því fyrir biblíun hann hættir ekki að tala sérstaklega í gamla testamentinu og hann kolgeðveikur Nei, kannski við bara þessi menn hann er bara einn Guð af miljón við erum kannski að taka þessi stríð og þessa þjáningu bara aðeins og alvarlega veist, lífið svo hverfult við fæðumst og deyjum og veist, svo þetta bara eitthvað svona sjó ég meina við erum bara svo eitthvað veirur og bakteríur og eitthvað þetta bara eitthvað vesen í gangi svona þetta allt eitthvað svona kosmísku jafnvægi Við skulum vona það Við verðum farnir þegar það gerist Ég meina, þú veist, þetta bara þetta bara í fullkomnu jafnvægi Ég held að bara, þú veist, þetta gæti ekki verið neitt öðruvísi Akkurat núna þetta bara í fullkomnu jafnvægi Hérna bara með, þú veist Þetta séu margir mjög ósamanlega þessum orðum sko. Já, en ég meina, þú veist Hvernig ætti þetta að vera öðruvísi? Þetta ætti ekki að vera öðruvísi Nei Ef þetta ætti að vera öðruvísi, þá væri þetta öðruvísi Er það ekki? Jú Já, fólk er hlusta á þetta podcast eftir 500 ár. Hver verða viðbröðin? þá eru hlutinir alveg eins og þeir eiga að vera. Það er merkilegt hvað þessi gaurar, sko, hvað liðu nú í hræðilegri vanþekkingu, sko. Við voru oft bara daldið nálægt sannleikanum hann eða eitthvað. Mér finnst óþólandi stundum að ég mun aldrei komast alveg að því, sko. Nei. Hvernig verður árið 2525, sko. Já. Ekki nema þú endir fæðist. Já, í annan hjúp. Já, ég var alltaf aldrei heillaður af þeirri kenningu, sko. Já, við náttúrulega vorum með viðmælda hérna daginn sem að var nú bara að tala hérna einmitt, sko, sálnaflakk og sálfarir. Já. Það sem að, sko, hann þá náttúrulega að gera alveg bara, sko, skýran greinamun á milli, sko, þessa efnislega líkama og einhvers sem að, sko, við getum þá kallað sál eða vitund. Eitthvað sem að, sko, þú veist, yfirgefur efnislíkamann til dæmis eftir dauða. Mm-hmm. Ef þú hefur, sko, séð lík á einstaklingi sem að þú þekktir í lifanda lífi. Já. Allavega í mínu tilviki, að þá einhvern veginn horfði ég á líkið og, þú veist, mér fannst eitthvað vanta. Já, já. Það var bara svona eitthvað ekki alveg eins og það átt að vera. Það bara, þú veist. Pappi minn og mamma eru til dæmis grafin hlið við hlið. Já. Ég þótti rosalega væntuð við bæði, sko. En því ég kem anga í dag, mér finnst bara eru þau hér? Ég er ekki viss um það. Nei, einmitt. Og þetta, þú veist, sálin eða andin eða vitundin sem að hérna getur þá svefið burt úr líkamann. Jú, þetta er mjög gömul kenning, eða ekki? Jú, alveg bara, þú veist, sögur í bara Íslendingasögunum af sko sálförum hérna þegar, þú veist, var það ekki einhver finnskur munkur sem að ferðaðist til Íslands hérna þegar hann hitti landvættina og er það ekki það var danskur njósnari. Danskur njósnari? Já, Uniðin danski. Sem að hann var sendur hingað til að njósna Íslendinga, sko. Já. Og þegar Danakonungur var að spá í bara taka þetta land alveg yfir, sko. Og farði á kannaðu aðstæður. Hann komst hvergi á landa þegar hann mætti honum einhver hræðileg vera bara hvar sem hann kom, sko. Já, einmitt. Ég heyrði líka einhver stað að sögu. Það eru búin að standa sér vel þessi landvættir. Já, að það hafi verið einhver finnskur munkur sem að hafi einmitt farið sálförum. Nú var það, ég aldrei heyrt um hann.
Einu Finnarnir sem mann eftir að hafa komið hérna, það eru tveir finnski galdramenn sem ofta hafa komið hérna og kafið niður á botni í Lagarfljótinu til að tekka á orminu. Já. Og svo það ófreskið hana. Þeir vilja meina það. Og við getum ekki losað ykkur við hana. Eða þeir hafa sagt, segið þjóðsagan. Já. En ekkert mann tók ég mig til alveg allar Íslendingasögurnar og svona og fór bara í gegnum sko hvar minnst á Finna og Finnland og það alltaf sama saga í íslenskum þjóðsögum. Líka norskum og dönskum og sænskum. Finnar eru alltaf galdramenn. Já. Finnland mjög magical land sko. Þessi skóar þeirra, það alveg, ég skil alveg okkur allar sögur þeirra tengjast einhver vættum í þessum myrku skóum og svona. Já. Þeir eru allir svona frekar svona alvarlegir. Já. Ég held að sé nú bara út af því að þeir eru nýkonur úr guðubæði og eru bara svo þú þarna þegar út nýkomin úr guðubílnum og búin að fara í heitt og kalt. Man langar ekkert að tala. Það er bara fullkomin slaki í líkamann. Er þeir einhvern veginn bara hana með eitthvað svona björn bara yfir sér, bara eitthvað, með eitthvað ríki þannig bara alltaf bara eitthvað að spá í því að vera með þetta kvikindi bara hana landamærin. Já, segðu. Svakalegt maður. Já. Hvenær verður þessi þáttur spilaður? Ég veit ekki. Mikki, hvenær verður hann út? Á morgun? Bara á morgun. Já, ok. Já. Viltu henda ykkur inn, ykkur lokaorð á þig? Nei, ég man ekki. Ég var örugglega eftir að vera heim. Ég ætti að minnstu þetta. Ég man ekki eftir neinu. Sko. Ég held að ég myndi verða leiðinlegri og bölsýtni og svona. Það ekkert svona til. Ég hef búið gaman að þessu öllum þessum pælingum. Sko. Já. Ég hef gaman að trúabröðum til dæmis. Þótt ég sé vissum að það sé engin guð sem að fylgjast með mér og hérna, þú veist það ekki tennurnar. Þú fórst ekki með faðurvorið. Ertu alinn upp í kaþólsku? Já. Það kemur útskýringin. Já. Nei, þú ég ekki úr svona brjálæðri fjölskyldu samt sko. Hann mátt alveg, ég fór snemma að hrifast af heiðinni og hérna, ég man að mamma sagði bara, ég sagði henni, ég er búin að gengin í ásatrúarfélagið. Hvaða vitlis þetta? Af hverju það gera það? Bara minnst þetta. Þú veist það allavega ekki orðin mótmælandi. Það var verra. Það var versta. Já. Og ég ólst alltaf upp við það. Það var verst talað mótmælendur. Og mér finnst hún mjög fráhrindandi trú. Lúterstrúin. Já. Því kaldi guð þarna og búið að taka dýrlingana burt og svona kaldi fyrir eitthvað grimmi guð og við erum fætt í synd og skömm og við erum að sætt okkur við okkar hlutskipti. Mér bara leiðist kristni. Ég bara og öll þessi abrahamísku trúarbröð. Heiðnin náði mér mjög fljótlega. Það var eitthvað rödd sem hvíslaði í vindinum og þá var ég bara, Nei, nú er ég bara eitthvað að vera dramatískur. En ég meina, þú er klárlega með þarna mjög andlega taug einhverstað sem að alveg bara... Einu miðlinn sem hefur fundist gaman að fara til, þessi vinur minn sem sagði að hann var við miðlarar, hann benti mér á fyrst þegar ég var nýhættur að drekka og var rosalega leitandi, ég var 92, minnum mig. Rosalega leitandi eftir einhverju, mitt fyll upp í þetta svarta tóm hana. Þannig ég leitaði þetta alltaf í trúarbröðum þá, sko. Það sem kallaðist þá nýjöld, sko. Og ég manna, ég hitti Guðrún Bergmann nokkur sinnum á einhverjum fundum og svona. Hún var líka alltaf í þessum Mikael-fræðum, sko. Það var manneskja sem Erla Stefánsdóttir, miðl, hafið þið heyrt hana? Mér fannst mjög gaman að fara til hennar, sko. Og hún sagði að þú hefur rosalega mikið grænt í árinuðinni sem er mjög dæmigert fyrir fólk sem er að vaksa og þroskast sko, og leita að þroska og lærdómi og svona, en það er líka mikið fjólublátt sem þýðir. Hún sagði það er fólk sem oft auðveldara með að opna dyrnar inn í hinn heiminn. Bölvaði ég skildi ekki hafa þróað það eins betur sko, en það er út af því ég er gunga sko, það verðist vera með fínt starfaður miðill, þú ert bara heima og fer eitthvað fólk í heimsókn og pappiðin biður að helsa og eitthvað svona. Takk fyrir, þetta verða 25.000 krónur. Brilljant jobb, sko. Heyrðu, geggjað. Já. Búið góð spjall. Takk fyrir að bjóða mér. Gaman að fá þig. Ég vona það.